Ég ætla reyndar aðeins að fá að gera smá breytingu á hérna. Ég nefnilega þarf smá stuðning, þannig að Erna Sif ætlar að fá að vera hérna aðeins með mér. Það fá að bæta við framsögumanni. Mjög gott, mjög gott. Og hérna, við erum algjörlega óundibúin. Ég held ég að eiginlega bara aldrei hitt Berg áður. Ég var beðin þetta áðan, sko. Já, Þannig að þetta verður svona mjög skemmtileg spjallaldi á milli okkar, eða ekki? Á, ég kannski byrja. Gerðu það endilega. Sko, ef ég má segja þá það svona fyrsta sem ég hugsaði þegar við svona renna í gegnum fyrstu 3 fyrirlesana, það auðvitað þessar hindranir sem eru bara, þær eru hérna. Það að segja að þú getur með illa eða bara nánast, ég segi nú ekki ómögulega, en það er mjög erfitt að komast yfir þessar tekjuhindranir, þessar skerðingar og það allt saman. Ég tók einhvern tíðan skjáskot af því að ég sett mér bara ákveðið markmið að geta aukið tekjur mínar upp í það sem ég taldi vera nægilegt með 6 manna fjölskyldu og það þarf að borga knattspyrnuþjálfun og fimleika fyrir dótturinn og soninn, sko. Þetta kostar allt og ég tók einhvern tíðan skjáskot það í og ég hafi komið fullan skjá, skiljiði. Það var hérna eitthvað sem þetta borgaði tilbaka 2011, 12 og svo framvegis. Og það var svona fyrsta hindrunin sem ég tók eftir. Og þetta svona pínlítið brýtur maður niður, ef ég á að segja alveg eins og það. Á ég að taka við núna? Já. Ok. Jæja, Erna, hvað segirðu? Herði, já, ég ætla nú bara alveg að játa. Ég er náttúrulega búin að vera aðeins í undirbúningi fyrir þessa ráðstefnu. Fyrir þá kannski sem ekki vita, þá náttúrulega þegar kemur fram að ég er forstöðumaður hjá þessu styrktarfélagi, þá er ég forstöðumaður á vinnustofu. Og ég reyndar í svona, að þegar var að tala um hjáverk, þá er ég svona eiginlega formaður hlutverks í hjáverkum sem er semst í undirbúningi með Öryrkjabandalaginu fyrir þetta. En Erna Sif, hvernig tengist þú mér? Þú átt að segja eitthvað? Nei, ok. Herðu, Erna Sif semst vinnur í Ás vinnustofu, þar sem ég er forstöðumaður. Og þegar var fyrir að tala um inngildan vinnumarkað, og játningin kemur núna, þá svona átti ég svolítið erfitt með að skilja þetta orð. Þetta orð flækti mig svolítið. En ég ætla ekki að horfa út frá fjárhagsliðinni. Leifur Berg að sjá það. Mér langaði svolítið að horfa aðeins meira út frá okkur. Ég veit að við erum svolítið stressaðar hérna. Við ætlum bara að gera það saman. En út frá að því að Ás vinnustofa er náttúrulega skilgreindur samkvæmt lögum sem vernda vinnustaður og en við náttúrulega horfum á okkur bara sem vinnustað. Og það kannski tengist á þessu orði inngildur. Við erum kannski bara inngildur vinnustaður og við erum náttúrulega að vinna alls konar verkefni á okkar vinnustað. Og Erna Sif er nú ein af þeim sem hefur tekið þátt í fullt af verkefnum með okkur. Hvað haldi hendina á mér? Já, ég veit það. Og meðal annars þá höfum við verið hjá félaginu með vinn og virkni og inn í því erum við svolítið að leita til fyrirtækja út í bæ til að leyfa okkur að hafa tækifæri til þess að taka þátt í vinnunni á þeirra stöðum. Og eitt af þessum verkefnum, og ég ætla að fá að spyrja Ernu Sveitin spurningu, við erum aðeins búin að undirbúa okkur í gær, að hún tók þátt í verkefni sem við vorum með svona starfsþjálfun hjá World Class í Laugum og þar vorum við meðal annars að gera hvað? Baka, já. Og fleira? Undirbúa matinn. Verkefni semst var að við fengum að koma með einstaklinga í ákveðið tíma og þau unnu í eldhúsunni í Laugum og þetta náttúrulega var bara ómetanlegt tækifæri til að fá að prófa eitthvað öðruvísi heldur en það sem við erum að gera dagsdaglega í vinnunni. Og þetta náttúrulega gefur þá líka tækifæri til þess að þjálfa sig í ákveðnu störfum. Af því ég held að einstaklingar sem eru með skerta starfsgetu, ég held sér rosa mikilvægt fyrir þau að geta sérhæft sig í einhverju svona verklegum þáttum til að taka þátt í þessum störfum sem eru jafnvel í boði.
En Erna hefur náttúrulega gert ýmislegt annað. Hún sko með starfsreynslu á við bara, ég veit ekki hvað. Þú fórst líka í Já. Hvaða leikskóla varstu í? Blásölu. Varstu lengi að vinna í leikskólanum? Já. Ég man ekki hvað lengi. Hvernig gekk? Bara vel. Hvað varstu að gera? Eldhúsinu að passa krakkana. Bæði fötin. Ok, glæsilegt. Vilt þú koma eitthvað meira aðeins inn í núna? Ég kannski, sko, það einmitt að það þessi sýnileiki. Fatlað fólki ekkert rosalega sýnilegt. Ég var þess algnjótandi að fara með allri fjölskyldinni, það var að tala um mömmu, pappa, öllum bræðrum mínum og konum, börnum, 20 manns til Flórida. Þegar þú fórst í Magic Kingdom, þá tókst eftir að það hefðu allir eitthvað hlutverk. Það mætti þér maður í rafmagnshjólastól og þú gætt spurt hann, heyrðu, hvar finn ég hérna sverasta rússímann í skemmtingar sem færið til að svitna? Og hann sagði mér það. Og það skipti einhver máli þótt að nota rafmagnshjólastól. Hann gætt alveg leiðbeitt með eins og hver annar. Það þessi sýnileiki sem þú tekur eftir og svona stórfyrirtæki, þau hafa eins og svo ég fá hann að sletta því þetta bara good business, þau hafa akka því, hafa fatlað fólk á staðnum, veita því vinnu og gera það sýnilegt. Það skiptir máli fyrir ekki bara ímyndina, það skiptir máli fyrir rekstur. Og það bara skila sér í vasa allra. Og það klálega, það þessi sýnileiki sem vantar á Íslandi. Að við séum út allt. Og vantar þá fleiri þingmenn eins og Steinunni Þóru? Já, ég alveg sammála því að það náttúrulega, ég held að við þurfum að vera náttúrulega miklu sýnilegri og til þess náttúrulega kannski eins og bæði forsætisráðherra og náttúrulega þeir sem eru búin að vera að tala áðan, sko, það náttúrulega, það vantar kannski þessa vakningu einmitt að fyrirtæki séu tilbúin og opni sig fyrir að taka á móti fólki með skerta starfsgetu og það einmitt þessi sýnileiki náttúrulega mjög mikilvægur og það náttúrulega kannski líka svolítið tilgangurinn með þessari ráðstöfnu að vekja svolítið fólk til umhugsunar, vekja fyrirtæki og hvort sem þá ríki, sveitarfélög eða einkafyrirtæki til meðvitundar að við erum náttúrulega með rosalega mikinn mannauð sem að kannski ekki að nýtast en gæti nýst rosa vel fyrir þessi fyrirtæki og það náttúrulega búið að mikil umræða sko núna síðustu daga einmitt þetta þessi hlutastörf að því að fólk sem með skerta starfsgetu það kannski getur ekki unnið 100% starf en ef fyrirtækin geta hugsað, ég meina ég með 100% starf get ég brotið það niður kannski í minni hlutastörf þannig að einstaklingar sem hafa skerta starfsgetu geti tekið þá þátt í því starfi og verið fullgildur starfsmæður inn á vinnustöðuna. Eitt sem kannski, þið verða að fyrirgefa að ég tala ótrúlega mikið út frá sjálfum mér og fæn stundum sparkir þessum fyrir það, en ég ætla innan Öryrkjabandalagsins við eigum 40% hlut í lottóinu og ég fengi að draga stundum í lottóinu. Það er ekkert að beðið mig rétt tölu, það alveg vonast. Það má reyna. Tengdapabbi hefur oft gert það, en ég veldi honum alltaf vanbröðum. En þá kemur það til ljós að það enginn í Evrópu sem notar hjólastóli eða henni hjálpa það ekki dregið í svona sambærilegum getrunleikum. Ég fannst það ekkert merkilegt, en framkvæmdastjórinn sagði mér það einhvern daginn að það komið í ljós. Ég meina, ég misti sem betur ekki kúlurnar út úr gólfið það gerði daginn. Þannig að það getur allt gerst. En ég finnst þetta bara sjálfsagt mál. Og vona að fleiri einhverjar í heiminum fái þetta tækifæri eins og ég hef fengið. Komið okkur aftur eða þú mátt alveg halda áfram? Nei, ég svona það bil,
Ég horfði hann á dómarinn. Þú getur ekki fundið neitt hjá KSÍ mig. Ég var alveg vonlaus í fótbolta. Ég var ekki einu sinni sendur í marki. Hei, ég var knattspyrnukona HSS, fyrst ég nú að tala um fótbolta, sko. Reyndar síðustu öld. En já, en það sem að við Erna kannski viljum náttúrulega bara leggja megin áherslu á, við erum kannski að endurtaka okkur, en bara horfið á okkur og komið í heimsóknir og minnst kosti eins og að því ég kannski svona fulltrúi þessara venduðu vinnustaða sem að við erum ekkert rosalega venduð. Einhver hérna inni sem ekki að vinna á venduðu vinnustað? Ég bara spyr, sko, því að ég held að við séum öll að vinna á venduðu vinnustað. Því að allt þetta umhverfi sem að við erum í dagsdaglega